Í þessu litla húsi á brekkunni brúðarkjólaleiga Akureyrar. Það fer ekki mikið fyrir því í skarkala heimsins, en inni ansi krúttlegt að litast. Það ræður ríkjum Birna Hermannsdóttir sem hefur rekið þessa leigu í 10 ár. But I can't help falling in love. Birna, nú júlí, það ekki aðalmánuður fyrir brúðkaup? Jú, það bara sumarmánuðurinn. Það alltaf stærsti mánuðurinn á hverju sumri eiginlega. Það vísu ágúst líka dálítið góður og haustið en júlí stendur upp úr og núna til dæmis 19. júlí bara stærsti dagurinn í júlí, hvernig sem á því stendur, það svona. Já. Þú verður ansi vör við þetta, þú rekur hér brúðarkjólaleigu á Akureyri. Já. Hvenær byrjar á því? Sko það 10 ár síðan, ég keypti brúðarkjólaleigu Akureyrar þá og ég hef verið með hana hér í síðastliðin 4 ár, var með hana áður niðri í Höfða og svo núna eins og ég segi síðastliðin 4 ár. Í þessu húsi sem heitir Garðsson? Já, í þessu húsi sem heitir Garðsson og það svona svolítið sérmerandi hús og gefur manni bara svona, það passar svolítið vel, það hentar vel í já, húsið skemmtilegt og svona svolítið kósí í kringum þetta. Já. Vita Akureyringar og nærsveitamenn af þér, er mikið að gera? Já, það veit maður aldrei hversu vel fólk veit af manni, en Facebook nú svolítið að sjá þetta, þannig að maður vonar það og mér finnst húsið kannski líka, það gerir svolítið gott fyrir mann, það vekur athygli þetta litla sæta hús og það var ekki lífið í fyrir svona nokkrum árum og hér áður fyrir var þetta sjoppa. Og það nú þannig að mjög margir sem koma hér inn eiga einhverja minningar það að hafa verslað nammi hérna. Já, ég kom hérna síðast að versla nammi, það dálítið oft svona minnst á það. Já. En þetta ekki fullt starf, þú ert með opið, hvað, 4-6? Já, nei, ég með opið 26 núna á sumrin. Já, á sumrin þetta nú svona alveg ágætt starf, sko. En yfir vetratíman þá þetta mikið minna og ég vinn hef annað starfi í veturinn sem leiðbeinandi í handverki upp í Víðilundi og það bara mjög fínt og þá svona reyni ég samt að loka ekki. Ég reyni alltaf að vera eitthvað á vaktinni til að, og enda alltaf eitthvað að gera, það alveg þannig. En eins og staðin í dag, þá náttúrulega alltaf innflutning á kjólum, það að segja menn að kaupa kjólanetinu og svo gerist það nú ansi oft að þeir passa ekki. Og það að verða svolítið hluti kannski af mínu starfi, það að laga kjóla og stytta og breyta. Og það bara ágætt starf með margt annað, sko. Það bara kemur á móti því sem inn á saumastofuna. Birna var varla búin að sleppa orðinu þegar nokkrir kunnar duttu inn dyrnar einmitt í þeim leiðangri að láta laga kjól sem keyptur hafði verið. Hvernig það með þannig að fatna, þetta ekki svolítið klassíst, það einhver stökkbreytingar í þessu? Eða hefur eitthvað breyst á þessum 10 árum? Nei, það langt best að vera með það sem klassíst reyndar. Það eins og íslenski hátíðarbúningurinn og sjakkatfötin og smókingföt sem alltaf svona nokkurn veginn eins en þau fylgja aðeins tísku sniðum. Þessi töffari hann svolítið enskumættum því að þetta heitir sjakkat, þessi klæðnaður. Og það þessi síðujakkar sem hneftir framan og upphaflega voru teinóttabuxur sem fylgdu þessum fatnaði og þær til ennþá og mikið notaðar. En það farið að nota svona bara innlitabuxur líka og svartar. En með þessi alltaf vesti og fallir slipsi, það það sem gerir þetta kannski svona mjög sparilegt. Og þetta mjög vinsæll klæðnaður fyrir herrana við brúðkaupin. En þessi kjóll nýkominn og hann frekar einfaldur en samt ofsalega léttur og skemmtilegur. Og blúndan vinsæll núna, þannig að hann líka vinsæll þess vegna. En síðan eins og þessi kjóll, hann líka blúndun, hann svona kannski svolítið þyngri og erfiðari en samt engu síður ofsalega fallegur.
Já, svo erum við núna komin hérna inn í svona aðstöðu þar sem ég að vinna. Hér tekið á móti og hérna verið að undirbúa það sem á að fara, eins og þessa kjóla. Og hér tekið á móti því sem var að koma. Og hérna inni saumastofan mín og strauborð og svona. Og hér mátunin líka, þannig að þetta svona svolítið prívatsvæði. Some things are meant to be.